Rúnar, 2-1 sigur hérna í kvöld á móti Val. Hvernig fannst þér frammistaðan? Mér frammistaðan mjög góð. Í raun og veru alla leiki fannst mér góð. Mér fannst við vera ábúðalega þéttir og góðir. Þetta eru valsmenn bara með frábæra fótboltamenn og geta fært bolta hratt á milli sín, fundið holur og svæði, en við leystum það bara óbúslega vel og auðvitað fengum við einhver færi á okkur, en á samskapi vorum við að skapa ágætis hættu líka fyrir framan þeirra mark og við náðum að þrýsta þeim hér niður og þegar við nærða að ýta valsliðinu yfir á eina vallarhelminga þá fara þeir með sendirana sína og allt liðið niður á vítateig og rétt þar fyrir utan og verjast óbúslega vel og það er ekki ástæðulausu að þeir voru efstir, ég veit ekki hvað þeir eru núna, en því að þeir verjast óbúslega vel saman sem lið og vita að þeir þurfa að verjast til vekkjumbolta. Þannig að við náðum að þrýsta þeim þetta niður og kannski ég hefði viljað fá aðeins fleiri fyrirgjafir í fyrri hálfleik því að við vorum með fínum stöðum til þess og þær sem komu þá vantaði stundu lítið upp á, en auðvitað margar sem voru kannski ekkert sérstakar, en mér fannst við bara að vera flottir og við vildum ekki breyta neinu í hálfleiknum öðru en því að bara halda sama leik gangandi. Við vorum þá á móti vindi og það var aðeins auðveldara að spila lengri boltum inn fyrir eða spila í gegnum það og reyna að halda boltanum eins og þora, en samanskap erfitt fyrir þá með vindum þegar boltinn fauk oft bara alla leið til Viktors í markinu eða aftur endamörk og þannig að þeirra sóknir runnu dálítið út í sandinn meðan við svona náðum að pressa þá hærra á vellinum og þvinga þá í langa bolta og þannig að mér fannst strákarnir bara að leysa þetta óbúslega vel. Þeir eru 0-1 undir í hálfleik. Hvað sagðirðu við strákana í hálfleik? Ég hrósaði þeim bara við leikinn. Ég sagði bara að við vorum búin að vera flottir og góðir og þetta hefði fengið draumamark á sem að þú í rauninni, þetta er erfiðast í fótbolta þegar þú fær skot utan af velli á 25 metrum og hann syngur í vinklinum og geggjað mark hjá Aroni og það var lítið sem að leikmenn eða þjálfarar geta gert í því og getur kannski fundið eitthvað, en það er bara hluti af þessu leik. Við þurftum að halda áfram og hafa trú þegar við vorum búin að fá mikið af fyrirgjöfum og koma boltanum mikið inn tegið og þrýsta þeim oft niður á vítateig og spila í kringum hann og við þurftum bara að halda því áfram og hafa meiri trú því sem við varum að gera og spila okkar leik með þolinmæður og ef við næðum að komast í 15-20 mínútur áfram í núllinu þá ætlum við ekki að breyta neinu og bara bíða allir í restina því að við alltaf þurftum að fá eitthvað út af það. Það var svona kannski var alveg smá hiti á vellinum, smá steinpingar hér og þar og eitthvað svona. Fannst þér eitthvað áþreifanlegt að þetta væri svona mikilvæg leikur? Mér fannst það ekki. Mér fannst þetta bara góð fótboltaleikur, eðlileg barátta. Mér fannst hún ekki of mikil og valsmenn eru náttúrulega bara mjög stóra og sterka menn í efstu línu í bæði Nakim og Hólmari, Marius Lundum á miðjunni, þetta eru Sigur Orri, þetta eru hörkugæjar og fysikal og þú fannst að taka á móti því líka og standa í lappirnar og mér fannst Róbert spila mjög góðan leik fyrir okkur frammi og gera þeim erfitt fyrir en þetta er bara eins og fótboltinn á að vera finnst mér. Já, örugglega búin að heyra það en fyrsti sigurinn síðan 5. júlí segi ég. Hvað svona, þetta hlýtur að vera mikill léttir bara inn í hópinn og fleira? Þetta segir náttúrulega bara eilítið það í hversu góða stöðu við vorum komnir þegar að síðasti leikur vannst fyrir þessum tíma sem þú nefnir að við erum að tapa 3 í röð núna og fyrir það vorum við reyndar ekki búin að tapa fótboltaleik frá því að 2. júní sem var töluvert skemmtilegri frétt heldur en svo að við séum ekki búin að vinna síðan í júlí en engu að síður, það er staðreynd en staðan sem við vorum í þá, að það var mjög góð. Sigur hér í dag er að færa okkur upp í 7. sæti í Evrópukeppninni og gefur okkur möguleika á að halda áfram þeirri baráttu fram í síðustu umferðum að vera að taka þátt í efri hlutunum sem við viljum. Það eru fleiri lið sem vilja það og fleiri lið sem eiga eftir að berjast um það. Það verður hörku spennandi í síðustu umferðin fyrir allan þau lið sem eru að berjast um að vera í efri eða neðri. Þannig að við ætlum að vera ánægðir með þennan sigur en eins og ég segi, þessi 3 stig að koma okkur upp í 7. sæti að segja ýmislegt það sem við viljum gera fyrir sumar. Valsmenn svona voru ekki sáttir með dómarana í leiknum og annars slíkt einhverja dóma. Þú svona sem gamall káringur kannski vanur þessu eða? Nei, alls ekki. Mér bara, auðvitað þegar þú ert á toppnum og tapar þá fær það víti sem að ég sá ekki hvað gerðist. Bara þeir fúlir að tapa náttúrulega þá er maður aðeins fljótar upp og ég skil þá vel. Ég veit ekki alveg yfir hverju þeir voru að kvarta þannig að ég ætla ekki að dæma þá og ekki að dæma þá fyrir það. Þeir eru bara ósáttir við eitthvað og allt góð en mér fannst dómara teymið allt saman dæma en leik óbúslega vel. Takk fyrir.